Í þessu kennslumyndbandi ætla ég að fara yfir hvernig maður prjónar úr 2 hespum án þess að fá sýnileg samskeyti hér á bakliðinni. Það er gott að nota þessa aðferð þegar þá að prjóna eitthvað sem hefur meira en eina hespu í sama litnum. Það er að segja, til þess að fá sem jafnasta útkomu á litin í efnið. Og það eiginlega skiptir ekki máli hvort þú ert að prjóna úr einlitu garni eða hvort það er speklað eða með einhverjum fleiri litum í. Það er alltaf hætt á því sérstaklega með handlita garn að það sé ekki alveg nákvæmlega eins og það geta myndast skil. Sem sagt litaskil þegar ef hespunum ekki blanda saman. Nú, aðferðin er einföld. Hérna er ég búin að búa til ströff og er bara í upphafinu á umferðinni. Ég ætla bara að velja að prjóna þess inn í þetta og koma hinni hespunni fyrir þar. Svona. Það skiptir ekkert máli hvar þú setur hinni hespunni inn í. Það sem þetta bæta henni bara við, taka þetta næsta spotta og það gerir maður bara á hefðbundin hátt eins og þegar þú skiptir hespu eða skiptir lit, heldur svo bara áfram að prjóna. Prjónar bara með nýja hespunni allan hringinn og ætla að prjóna bara super hratt og útskýra svo fyrir þér hvað er að gerast þegar við komum að þessu aftur. Ok. Nú fer að líða að því að við erum komin á samskeytin og þar sem bættum hinni hespunni við. Svona að gera er að stoppa 3 lykkjum áður en að hin hespan er á línunni. Prjónum þangað. Sem sagt, það er viðbót. Ok, þá erum við með hespuna sem við bættum við núna, kemur það hér. Svo er það bara svona í fyrstu umferðinni að passa að byrja ekki að prjóna úr litla stöfnum eða þú veist endanum. Undirritið kann að hafa gert það einhvern tímann. Roðnaði í sófanum við það, glata. Það sem ég ger alltaf í þessu það er ég tek í hespuna sem á að halda áfram með. Og held svolítið í þétt, bara svo að því að hinar lykkjurnar eiga annars til að vera alltaf lausar. Þannig að svo tekum maður þær óprjónaðar yfir á hægri prjónin og ver ofan í lykkjuna, vippa þeim upp af og líka þessar sem er með bandinu í og svo bara eins og fyrir einhverja töfra. Heldur maður bara áfram að prjóna. Svo þegar fyrir að styttast í, svo heldum við sér til haga, þessi var þarna megin. Svo þegar fyrir að styttast í samskeytin aftur, passa sig 3, þangað til að bandið sem ætlum að nota er. Bandið er fast í raun og veru í 3. lykkinni. Þannig að taka eitt bandið frá, tekur svo 1, 2, 3 óprjónaðar og heldur áfram að prjóna. Þessi samskeyti færa síðan alltaf, þú veist, eftir nokkru umferð þegar það farið yfir miðjuna og maður færi bara prjónumerkið í leiðinni. Þess að þú færast alltaf aftar 3 lykkjur sem gerir að þá koma engin samskipti á bakliðinni. Bæði er það fallegra og henta náttúrulega ótrúlega vel að þú ert að gera flík sem er á að vera með garðaprjónið á framhliðinni eða á réttunni en er prjónuð samt slétt. Og það myndi það aldrei sjást. Og þarna færðu þá líka jafnari lit og átti ekki á hætt að fá litaskipti, skörp litaskipti eða skiptur hespu bara þegar hún er búin. Og þannig var það nú.